Takk fyrir. Jæja, kæru vinir, velkomin á föstudagsfrétt og það Ólöf Sigurðardóttir sem ætlar að segja okkur frá starfsemi sýkla- og veirufræði þetta SAK og þessum sýkla- og veirufræði tímum. Já, það er. Já, komið sæl. Ég mér datt í huga kynna þess fyrir ykkur hvað hefur verið að gerast á sýkla- og veirufræðideildinni síðasta 1,5 ár. Og ég ætla að byrja á því að segja ykkur frá því þegar við vorum að byggja upp þessa veirufræðideild og svo ætla ég að fara aðeins lauslega yfir það sem gert á sýklafræðinni og svona hvað við erum að hugsa til næstu skrefa. En rétt fyrir COVID þá vorum við náttúrulega búin að vera að vinna í því að efla sýkla- og veirufræðideildina, sérstaklega sýkladeildina og hefðum þá mestan áhuga á því að efla rannsóknir fyrir ónæmar bakteríur því það er náttúrulega sú vá sem að við höfðum mestar áhyggjur af fyrir COVID. Þannig að ég ætla að segja ykkur aðeins hvernig þetta fór fram og svona smá yfirlit en tíminn hjá okkur eins og öllum hefur einkennst af miklu álagi og með tilheyrandi sóttvarnaaðgerðum, hópaskiptingum, fjarfundum og fjarvinnu og fleira. En sumarið 2020 þá var ákveðið að rannsóknardeildin skyldi fara í það að fara að mæla mótefni og útbúa veirurannsóknardeild. Þannig að sumarið hjá okkur Ingu Stellu fór í það í fyrrasumar og fleirum og við sóttum fjármagn til heilbrigðisráðuneytisins til tækjakaupa og þá þurfti að sækja leyfi til landlæknis til að greina tilkynningaskylda sjúkdóma þar sem við erum ekki með formlegt leyfi eða vorum ekki með það og leyfi fékkst til 1 árs og svo var það framlengt í 1 ár. Við reynum að teika sýkla til Landspítalans, þeir fengu gæðavottun fyrir 1 ári síðan og við stefnum þangað með sýkla- og veirufræðideildina. Við byrjuðum með mótefnamælingar fyrst í september fyrir haust og formlega skimanir byrjuðu svo 11. desember. Við þurftum að innleiða, við vorum að innleiða GLIMS-tölvukerfi fyrir sýklarannsóknir og héldum að það væri nóg að nota það fyrir veirufræðirannsóknina en það kom sem sagt í ljós að við þurftum sérstakan veirurhluta sem að hefði tekið 2-3 ár að setja upp þannig að það var útbúin sérstakur sýkla- og veirurhluti í okkar GLIMS-kerfi. Og við þurftum að setja þá líka upp beiðnakerfið og þegar við vorum svo komnar með GLIMS-kerfið að þá var hægt að senda sjálfvirkar tilkynningar til landlæknis, sóttvarnalæknis og SMS til skjólstæðinga í gegnum landamæraforritið og landamæraforritið sem sagt tekið upp og þannig að þá var hægt að panta skimanir í því og síðan fluttust mótefnamælisvörin yfir í heilsuveru. Við settum líka upp prófkalsitónin á Kópa 6000 en það er notað til að greina bakteríusýkingar og það kom sér sérstaklega vel í COVID þar sem að COVID-sjúklingar eru oft hættaðir í CRP og getur verið erfiðar að greina hvort það sé komið sekundari sýking. Við byrjuðum á því að setja fyrst upp N-mótefna aðferð fyrir þá sem að hafa sýkst og seinna fyrir S-mótefnin fyrir þá sem eru bólusettir en eins og þið vitið þá eru náttúrulega þeir sem hafa sýkst eru oftast með bæði. En við fengum nýjan forstöðulífeindafræðing í febrúar 2020 sem var Inga Stella sem var bara kastað út í djúpulaugina að taka við því að svo var öllu lokað hér og það var að byrja með hópaskiptingar og fjarvinnu og þannig að þetta var töff tími. En Inga Stella, forstöðulífeindafræðingur, ég og Björg Brynjóls, deildarlífeindafræðingur og sýkladeild, við fórum á veirufræðideild LSH og til Íslenskrar erfðagreiningar ágúst 2020 til að kynna okkur greiningar með PCR. Og uppsetningin og kennslan fór fram í fjarfundabúnaði, það voru 4 lífeindafræðingar sem sátu hér og ég satt fyrir sunnan og við fengum 2 líffræðinga frá Háskólanum á Akureyri til þess að hjálpa okkur svolítið í byrjun. Líffræðingar sem höfðu unnið áður á íslenskri erfðagreiningu og vanir PCR.
En það var mjög mikið samstarf allan faraldurinn alveg frá upphafi við yfirlækni sýkla- og veirufræðadeildarinnar, LSH, veirufræðinga, líffræðingana, lífeindafræðinga, tölvufræðinga og tölvulífeindafræðinga og hérna var mjög gott samstarf við iðnaðarmenn, yfirstjórn og bara allt starfsfólk. Þannig að það mörgum sem ber að þakka að þetta varð að veruleika. En við þurftum að breyta hluta af húsnæðinu, gamla blóðbankahúsnæðinu þar sem við vorum yfirleitt með gjafana og við breyttum því rými í lífvernduna stig 2 og það þurfti að taka út húsnæðið þannig allt væri samkvæmt bókinni því við höfum fyllt Landspítalanum í einu og öllu með tæki, tól og aðferðir. Þannig að í desember þá var veirufræðadeildin tekin út í byrjun desember, rétt áður en við byrjuðum að skima og eins og ég sagði áður þá byrjuðu formlega skimanir 11. desember. Við höfðum samt skimað í 2 skipti áður vegna ófærðar þannig að formlega skimun hófst á fyrir að tækja tenging var orðin klár. Og við fórum einnig í það að bóka í blóðsýnatöku til að stýra fjöldanum sem oft þarna fram á gangi og á biðstofunni. Og svo aðgerð hefur reynst það vel að hún líklega bara komin til að vera. Bókanir fara fram í sögu og það hefur ekki áður verið notað á rannsóknardeildinni. Auk þess á þessum tíma hafa komið PCR aðferðir til að greina SARS-CoV-2 veiruna. Það bæði á filmareitækið okkar. Við vorum svo heppin að eiga það tæki, við höfum kríað það út í við byrjum að nota það í janúar 2019 og aðferðin kom á það í hausti 2020 og svo eigum við tæki sem við höfum notað, lítið PCR-tæki sem við höfum notað fyrir influensa og RS sem að COVID kom einnig á núna í byrjun árs. Þannig að við höfum getað notað það svona sem backup. En við förum bara að sjá hvernig tölvukerfin eru hjá okkur. Við erum með GLIMS sýklalutan og samtengt við Landspítalann. Við erum með FlexLab fyrir flestar kemíu rannsóknir og storku og blóð. Þannig að sumar rannsóknir sem við gerum sem tengjast sýkla- og veirufræði fara inn í FlexLab eins og hepatitar, HIV og mótefnin. Ef við bara förum aðeins yfir þessa aðferðafræði aðeins, en RT-PCR fyrir þá sem eru kannski búin að gleyma að þá þetta reverse transcription polymerase chain reaction. Eins og við vitum þá SARS-CoV-2 veiran, hún einstranda RNA-veira og við þurfum að umbreyta henni fyrst með reverse transcriptasa í cDNA. Komplementari DNA og síðan erum við með síðan þurfum við að kljúfa strengina og byggja upp nýja og kljúfa og við köllum þetta hringi, hversu marga hringi og hversu marga hringi þurfum við að fara til þess að magna veiruna upp þannig við greinum hana. Þannig að við tölum hringi eða setja tölu. Ferlið við greininguna, við tökum sýnin eru tekin og svo köllum við þetta hirðingu þegar verið að flytja sýnin yfir í annað glas sem við gerum í gömlu húti fram á sýkladeild. Síðan það einangrun, við þurfum að vera með ákveðið kontroll til þess að staðfesta að einangrunin hafi heppnast sem við köllum MS2 og þetta gert í öryggishúti inni á nýju veirufræðadeildinni og sýnin eru síðan sett í einangrunartæki. Sýnin eru síðan flutt úr þessum einangrunarbökkum í sérstakan PCR-bakka og mastermix sett út í. Við notum præmera sem eru S-gen, N-gen og ORF1-AB eins og Landspítalinn gerir og það sem sagt hérna ORF, open frame svæði í erfðaefni veirunar, hérna S-ið og N-ið. Það eru til aðrar aðferðir en þetta hefur reynst okkur vel hér og sem sagt CT-tölur eru gefnar upp fyrir þetta og MS-kontrólu. Við framkvæmum síðan PCR-ið og CT-talan lesin
lesin úr grafi úr PCR-tækinu. Því lægri sem CT-talan því meira magn af veirinu, þannig að það þarf að magna upp minna til þess að talan sé lægri. Þá verður talan lægri. Ef það hátala, mjög hátala, þá getur verið vafasvar. Þetta getur verið í byrjun eða lok sýkingar. Eins og við sáum að eitt af fyrstu tilfellunum sem við tókum, þurftum síðan að setja það í filmari. Það reyndist jákvæð þar hjá sjúklingi sem var að byrja að veikjast, sem reyndist svo positífur síðast. Við getum mælt mótefni til að greina hvort að sjúklingur komin langt í bestinu og byrjaðar að mynda mótefni. Það síðan haft samband við göngudeild LSH ef að sýnin eru jákvæð, og ef það jákvæð þá sendum við áfram í raðgreiningu til íslenskrar erfðagreiningar. Þetta eru nokkrar myndir sem ég langar að sýna ykkur. Það tækjabúnaðurinn. Þetta þetta öryggishút sem inn á nýju veirufræðideildinni. Svo erum við með bæði lítið og stórt einangrunartæki. Við keyptum í fyrra eitt lítið og eitt stórt, og við héldum að við værum að skjóta við marki með því að kaupa þetta stóra tæki, en lánuðum Landspítalanum það fyrst í fyrra haust, en síðan var það tæki tekið í gagnið í sumar. En Inga Stella hafði fengið símtal frá bæjarstjórninni hérna þegar þau heyrt þetta litla tæki hérna í fyrrasumar, og ég í framhaldi af því talaði við Karla á sýkladeildinni og spurði hvort að þetta væri eitthvað fyrir okkur að kaupa, og hann var svo hrifinn af þessum tækjum að hann keypti þau 3 sem til voru á markaðnum, þannig við þurftum að bíða. Þannig að Landspítalinn notar bæði þessi, og við erum búin að fá annað svona tæki núna, og svo þetta stóra einangrunartæki. Þetta tekur 32 sýni og nýra tækið 12 mínútur, eldra tækið 18 mínútur að einangra. Stærra tækið, þetta MagnaPure 96, það tekur 96 sýni og 1 klukkustund að gera einangra. Þannig að við fengum upphaflega 1 PCR-tæki á gerðinni Quanta Studio 5 og mjög gott tæki sem tekur 96 holuplötur og rétt rúmlega 1 klukkustund að PCR-a eina keyrslu. Þetta þýðir að það 90 sýnum 96 einstaklingum líka þá það. Þetta svolítið á. Einhver kontroll á þessu, Inga Stella? Þetta ekki 90? Við erum líka alltaf með kontroll inn í þessu, svona jákvæðan eitthvað kontroll. Og svo þetta svona típisk keyrsla á einum sjúklingi. Þið sjáu hérna eru litirnir á kúrfunum, eru þessi gen sem ég sagði ykkur frá áðan, og hérna kontrollin. Og í þessi tilfelli þá gæti kontrollin verið svona lágur vegna þess að líklega sjúklingurinn svo hár, hann hérna positífur, hann rétt, kúrfan fer upp hérna 20 eftir 20 ringi, og venjulegur, við keyrum þetta venjulega í svona 40 ringi og talaðum að sýni sig jákvætt ef það svona 10 til 32 ringir vafasvar ef það komið yfir 32. Og fjöldi sýna sem við höfum gert á síðan við byrjuðum svona, efri línan einkennasýni og neðri línan skimunarsýni, og þið sjáum hvernig ágúst var hérna og þetta október, það alveg gríðarlegu fjöldi, ég veit ekki hvernig nóvember verður, en við tengdum stóra einangrunartæki hérna í sumar, og hér líftæknifræðingur sem vinnur hjá okkur, Heddi, sem leyfði mér að taka þessar myndir, eða sýna þessar myndir. Hérna svona einn góður dagur, svona ekki á mikið að gera, og hérna var einn dagur þar sem var alveg gríðarlega mikið að gera. Það ekki allir sem framkvæma PCR-ið á deildinni, þannig að hvað ætli séu margir? 5-6 þjálfaðir? 7. Já, 7. Já. Og svo var sumarstarfsfólk í sumar líka sem var þjálfað, þannig að þetta lendir á fáum. Við erum líka með þetta litla, ég má víst ekki kalla það lítið því það ágætistæki, litla kópastæki, þetta hrað-PCR-tæki, tekur 20 mínútur. Við höfum skipt því út fyrir gamlar inflúensuaðferðir fyrir COVID, það við getum greint sem sagt á sama pinna
inflúensu A, B og RS-veiru. Og síðan fengum við núna nýlega SARS-CoV-2 einnig á finna með inflúensu. Þannig að þetta getur kannski verið eitthvað fyrir minni stað út á landi í vetur. Clostridia difficile vantarleg og svo hægt að vera líka með pinna fyrir streptokokk. Við erum með Filmarey sem að þið kannski einhverjir kunnið notið og þekkið. Þetta fengum við líka fyrir 3 árum og þetta svona multiplex PCR tæki. Þetta ekki mikið fyrir því en snilldartæki. Það hægt að greina veirur, bakteríur, sveppi, sníkjudýr í einni kyrrslu og prófið sameinar mörg skref, einangrun, mögnun og greiningu í eitt og keyrslan tekur 45-60 mínútur. Og við erum með mismunandi panela, við erum með 5 mismunandi panela hér sem að gerir það kleift að hægt að greina ýmsar sýkingar hraðar en áður. Fyrst eru kjarnsýrurnar hreinsaðar frá sýninu inn í plötunni sjálfri, síðan er multiplex PCR framkvæmt og niðurstöðurnar birtast sjálfkrafa fyrir hverja breytu og svo þeim svarað í flexlab. Þannig að þetta sem sagt tækið, þetta lítur ekki, við lítið á nett og hér kassettan sem er notuð, það sett vatn hérna öðrum megin og sýnið þetta hérna og sett hérna megin og síðan þetta bara automatist og automatisk keyrsla. Við erum með þessa 5 panela sem að ég geti lett upp í handbók rannsóknastofunnar og við erum með blóðræktun hérna og eins og þið sjáu þá erum við með bakteríur, sveppi, við erum með gramneikvæðar og jákvæðar. Þannig að þetta gríðarlegur fjöldi af svörum sem við fáum úr einni keyrslu og það á að vera hér einhverjar sýklalyfja ónæmar bakteríur, ég veit ekki hversu mikið það hefur verið nýtt í það. Við þurfum að skoða það með Sigurði og kannski Landspítalanum hvort hægt sé að nota eitthvað af þessu. Svo erum við með heilahimnubólgupanel og það líka veirur, bakteríur og sveppir. Og eins og við sjáum til dæmis þá á heilahimnubólgupanelum þá erum við með til dæmis varicella zoster sem náttúrulega snillt að hafa, finnst mér. Og við byrjuðum fyrst að nota heilahimnubólgupaneli fyrir lítil börn. Á Landspítalanum var þetta notað í byrjun fyrir börn yngri en 3 mánaða. En nú notum við þetta mun meira heldur en við gerðum fyrst. Því að þetta ef það ekki rétt stempur. Það hefur verið að aukast, já. Líka við erum, já. Svo erum við með lungnabólgupanel sérstakann. Það líka gríðarlegur fjöldi af sýklum og veirum, inflúensa, parainflúensa og svo framvegis. Þannig að þetta ég ætla ekki að telja þetta upp en þið sjáu að þetta gríðarlegur fjöldi sem við fáum svör við á 1 klukkustund. Svo erum við með meltingafæra panel og hér eru jafnvel sníkjudýr á þessum panel. Við erum með eins og nóróveiruna hér, það nú að koma upp nórófaraldur, þá erum við með nóró og svo á öndunarfæra panelnum, respiratory panelum, þá nýlega komin SARS-CoV-2 á þann panel. Þannig að þetta og hér inflúensa líka og RS, þannig að mykoplasma. En við erum líka með þessi stærri efnagreiningatæki. Þar erum við til dæmis að gera HCVAF og HIV mótefni og við erum með það sensitífa aðferð að við erum ofta að fá falsk jákvæð sýni. Aðferðin sett upp þannig að við getum skrínað fólk fyrir þessum mótefnum. Þannig að ef
allir sem eru jákvæðir eru sendir suður í framhaldsrannsókn til staðfestingar hvort það er virkilega jákvætt eða neikvætt. Og það þyrfti, já, og HBS-mótefni hjá þeim sem eru bólusettir mælum við og svo bæði mótefnin S og N. Við erum síðan með, ef við skauta hratt yfir svona hraðaðferðir, við erum með nokkrar litlar hraðaðferðir á deildinni. Við erum til dæmis með fyrir helikobakter í saur og sem gagnlegt við greiningu á virkri sýkingu og til að sýna fram á uppbreytingu eftir meðferð. Og það miðast við neikvætt próf að minnst okkur 4 vikum eftir lok meðferðar. Og fyrir Heilbrigðisstofnun Norðurlands þá setti ég nú inn þessa tíma, það geymist í 72 klukkustundir í flutningssæti og eftir það þarf að frysta. Við erum líka með heterofíl mótefni og fyrir mónonúkleósuna og það geymslu þó sermis og plasma 3 sólarhringar í kæli, þannig að það góður geymslutími á þessu. Síðan erum við með mýkoplasma mótefni og það líka hraðtest og geymist í 2 sólarhringa í kæli, 3 ef það tekið ofan af sýninu. Síðan ætla ég að fara aðeins yfir skauta hratt yfir líka sýkladeildina. Mér langaði svo að hafa smá tíma fyrir spurningar og þannig að sé ekki of pakkað. En sýkladeildin skipt í deildar innan deildarinnar eins og mjög svipað og á Landspítalanum. Við gerum náttúrulega ekki eins mikið á Landspítalanum en við höfum samt ákveðna skiptingu innan deildarinnar hvað gert á hvaða deild. Eins og A-deild þá eru almenn ræktun og næmispróf. Það úr ýmiss konar sýnum, ígerðum, kviðarholsstrók, augnslímhúð og fleira. Þannig að svo erum við með svokallaðar B-deild, það eru blóðræktanirnar, bæði aerób og anaerób ræktanir. Við erum með sérstaka kolbur fyrir ungabörnin og mænuvökva, betibakt-kolbur. Og svo ef það grunur endokardítis eða það er að gera svepparæktun, þá eru kolburnar hafa lengur í hita. Síðan erum við með E-deild og þetta sá kafli í fyrirlesturinn sem ég myndi nú gjarna vilja að væri heill fyrirlestur vegna þess að þetta það sem við ætluðum okkur að fara að vinna í fyrir COVID, að efla rannsóknir við sýklalyfjaónæmar bakteríur. Og við þurfum að bæta hér á spítalanum alveg verulega. En við erum með þessar bakteríur sem mynda breiðvirkan beta-lactamasa, BBL, og mér skilst að ég nú ekki sýklafræðingur en mér skilst að til dæmis ónæmar bakteríur fyrir karpa séu skæðar. Svo erum við með mósana og svo erum við VFRE, vankómýsin ónæma enterokokka og þetta allt vegna notkunar á breiðvirkum sýklalyfjum og það eins og sýkingavarnanefnd og fleiri vita það eru náttúrulega reglur það á spítölunum að við viljum ekki fá þetta inn á spítalana, það þarf að vera hægt að greina þetta hratt og örugglega því að sumir þurfa að fara strax í einbýli og það þarf að vera sérstakar reglur sem að fylgja því sem að ég ætla ekki að fara í. En þetta tekur okkur 2-4 sólarhringa núna í dag að greina þessar sýklalyfjaónæmu bakteríur. Á Landspítalanum eru þeir með stórt PCR-tæki, þannig það er verið að fá svar samdægurs og svo eru til lítil tæki sem að geta greint þetta mun hraðar. Þau kosta náttúrulega eins og allt en það væri gríðarlega gott fyrir spítalan hér að fá einhver slík tæki sem að væri með hraðgreiningar á sýklalyfjaónæmu bakteríum. Við erum með klámyndju og lekandarannsóknir. Þannig að það einnig PCR, það leita erfðaefni sem að við gerum og í þessum tækjum hérna. Og það frá ýmsum strókum. Svo erum við með svokallað R-deild eða almenna ræktun. Það hálsstrók og ráki og nefkokkstrók og svo framvegis. Það
erfdeild. Svo sveppadeild innan sýkladeildarinnar, það mest Candida albicans og aðrir gersveppir, en ef það eitthvað óvenjulegt þá það sent á Landspítalann og neglur og allt slíkt, það sent beint söður. Eða sveppir í neglur, gerum það ekki hér. Svo erum við með svokallaða T-deild, það saur- eða enteropatogenræktun, við erum að leita þá á salmonellu, shigella, campylobacter og E. coli 057 og svo erum við með leita Clostridium difficile toxinum sem gert núna í dag með ELISA-prófi. En við erum að bíða eftir því að geta gert það á Cobas litla tækið okkar til þess að geta skummað af þá sem eru neikvæðir og haldið svo áfram með þá sem eru jákvæðir og gert staðfestingapróf með ELISA. Svo sérstök vökvadeild, þar sem eru liðvökvar, mænuvökvi, brjóstholsvökvi og þverráfsvökvi og aðrir vökvar. Þannig að þetta og svo erum við með deild sem kölluð X-deild fyrir kynfæri kvenna og kalla, almenn ræktun og sveppa, leita Streptococcus haemophilus grúppu A og framhald ef óeðlilega mikið af einhverju bakteríu. Og svo þvagdeild, þvagskimun og smásárskoðun, það ekki eins og oft smásárskoðun ekki gerð á sýkladeildunum því að það gert á kemíudeildunum eins og fyrir sunnan og svo lyfjaleit og þungunapróf líka á þvagdeildinni og svo almenn ræktun. Einnig leitum við að mótefnavökvum fyrir Streptococcus pneumonia í þvagi sjúklinga með einkennum lungnabólgu og í mænuvökva sjúklinga með grunnum heilaæmnabólgu. Og þetta svona hraðtest líka, þetta fljótvirkt ónæmisfræðilegt próf og þetta geyma þvagi í 1 sólarhring ókælt en 2 vikur í kæli og mænuvökvan í 1 sólarhring ókælt en viku í kæli. Og hver eru þá næstu skref rannsóknastofunnar? Við þurfum að stórefla sýklarannsóknadeildina á SAG. Það eiginlega það sem eftir á deildinni hjá okkur. Það þarf að koma húsnæðinu í betra form. Við ætluðum að nota innsta hlutana af rannsóknastofunni fyrir sýklafræðina. Það var hugmynd allavega, en svo þurfti að taka helminginn af því fyrir veirufræðideildina. Þannig að það eru næstu skref að huga að húsnæðisbreytingum og það orðið svolítið þröngt þarna inni eða löngu orðið svolítið þröngt þarna inni og við gætum fækkað handaðferðum til dæmis með nýjum búnaði, það til tæki sem heitir Vítec, það myndi minnka handaðferðirnar. Svo til tækjabúnaðir til að greina ónæmar bakteríur, þessar sýklaónæmu bakteríur eins og Genexpert eða annað. Það stórt tæki á Landspítalann, BD Max heitir það, en ég held að það sé stórt fyrir okkur. Og svo í framtíðinu þá ég myndi gjarna vilja fá svona til að tegundagreina, eins og multi-toff-massagreini, en þetta kostar allt einhverja peninga, þessar hugmyndir, en allavega þá þetta það sem að ég sé svona næstu skref á rannsóknastofunni. Það þetta að stórefla sýklafræði hluta. Og mér langar bara að þakka sérstaklega starfsfólki rannsóknadeildarinnar, þeir eru alveg frábærlega unnin störf á tímum COVID og margir þurftu að vinna mjög sjálfstætt vegna fjarvinnu og manneklu og hópaskiptinga, þannig að mér langar sérstaklega að þakka rannsóknadeildinni. Og svo langar mér bara að þakka öllu samstarfsfólki, bæði hér og LSH, Íslenskri erfðagreiningu, Heilbrigðisstofnun Norðurlands og á Háskólanum Akureyri, bara rosalega gott samstarfi alla á svona pressuðum tíma og svo verði ég líka að þakka framkvæmdastjórn SAG fyrir að styðja, hvetja og ýta á að veirufræðideildin komst á laggirnar og þar fóru þau Ses og Hildigunnur fremst í flokki og við vorum saman í því að koma þess á koppinn, þannig að bara flott, ég verð nú bara að segja þetta bara flott deild, sko. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, mér langar frekar að hafa pláss fyrir spurningar. Ég ætla bara að tækja það að þakka þér fyrir allt þetta sem þú gerast hérna á síðustu
árum sem þú ert búin að lýsa fyrir þú. Því ég veit að þú ert búin að vera alveg gríðarlega öflugur drifkraftur í þessu öllu saman. Og þetta væri ekki svona örugglega í dag ef að þín hefði ekki notið við þetta síðustu ár. Þannig að þú átt ekki minnst að þakka fyrir þetta. Takk fyrir áhugaverð erindi. Við saknaði þess að sjá þegar við fórst að tala síðan þú tölur sýni sem voru grein tekinn rannsókn vegna COVID á síðasta ári frá janúar í fyrra og febrúar. Hve mikið af þessum sýnum var pósitífs? Já, ég ekki með þær tölur. Voru það 1% eða 0,5% að menna? Ég veit ekki nákvæmlega hvað mikið pósitív, hvað heldur þú Inga Stella? Það var ekki alveg, við erum með einhverju niður. Já, það ekki svo mikill gríðalegu fjöldi sko, en Já, 22 í gær. já, voru 22, já, 16% í gær. það var 16% í gær, já. 178. Ha? 170, við varum á 178. Landsvísu, í gær? Yes. Já, herðu, já, þú ert með spurningu. Þegar maður að vinna með PCR á svona sjúklinga sínum, Já. hversu mikið háð tannbragðinu. Þegar maður að vinna með PCR í rannsóknarskýrni, þá var alltaf svona smá skekkja bara eftir því hvernig einstaklingurinn pípið þeirra. Og ég spá, það svona í rauninni skiptir ekki öllu mála hvort þetta sé jákvætt á 20. eða 21. sérsíkildi eða skiptir máli þegar að sjá hvað skekkju í Sýnatökunni og aðferðafræðinni. Já, í aðferðafræðinni við að undirbúa PCR-kistuna. Ég veit það ekki því miður, en það á eftir að gera alls konar svona samanburða. Það eru verkefni sem liggja á borðinu að það á að fara að bera saman til dæmis mismunandi sýnatökur á mismunandi stöðum og svona, þannig að ég veit það ekki, nei. Inga Stella kannski? Við endurtökum alltaf ef það ekki vafaatriði, þannig að við reynum sýnum á grunni aftur og ef það enda ekki vafaatriði þá tekum við til ísum. Sigurður? Það sem ég veitna, við hefum ekki gert svona krómakortandkinn þvægi. Já. Við fórstum að en við máttum að senda leiklu vel antigen í þvægi í suðu, það eitthvað svo mikið flókið að segja að gera það hér? Ég bara veit það ekki, ég geti bara að skrifa það hjá mér og alltaf, getum við ekki bara Björg aðtúa það? Ég veit ekki skilum á þessu, þetta sé bara byggt nákvæmlega saman, og vantar bara að kaupa kassan. Til svona hraðtest fyrir Legionar? Til svona hraðtest líka fyrir Legionar? Á síðsadeildinni. Já, þá bara göngum við bara í það að græja það. En ástæðan er ekki líka, ég bara hef ekki það. Nei, það bara eitthvað. Og núna á venjulegum degi núna, hvað þið að greina sýni bara frá Akureyri eða koma sýni, hvað þið með stórt upptökusvæði bara í COVID-sýnunum núna í þessum faraldri? Það Inga Stella getur... Við erum með sýni frá Húsavík og Siglufirði og Húsavík og við kemum í Vopnafirði líka. Það alltaf HSN? Sauðárkrókur sendi bara því hvað aftan hefur þar. Já. Þeir hafa möguleikana frá þessu. Já. Svo eitthvað hvað hingað? Já. Ef það var Landspítalinn eða bilatæki á þeim eða það fer alveg fram úr hófi sýnatökum sunnan, hafið þið kapasitet til að taka sýni núna? Já, við erum spurðar reglulega hversu mikið kapasitetsdeildin hefur frá landlækni. Inga Stella nýbúin að senda frá sér tölu kapasiteti. Ef ég með 3 starfsmenn frá 8 til 8 á kvöldin, þá get ég bara því alveg nála 2000 sýnum á það. 2000? Þannig þetta líka byggir á hversu mikið mannskapnaðar getur haft. Þannig að það gríðlegt kapasitet bæði hér og fyrir sunnan. En eins og ég segi, við héldum í fyrra, við værum alveg að skjóta yfir markið og svona hálfsveitnum þegar tækjum var að koma í hús. Svo myndi þessi faraldur bara vera búin áður en við værum búin að setja upp allt saman. En svo má líka segja að nú skapast náttúrulega aðstæður til þess að gera eitthvað verkefni, hvort sem það með Landspítalanum eða Háskólanum hérna.
þegar við erum komið með fullkomna svona verudeild. Til þess þegar og þessi faraldur fengur hann endanlega, þá hægt að nota þessi tæki til dæmis í aðra rannsóknir eða kannski í rannsóknir, samverðin með háskólanum. Það eru spurningar frá fjarstöðum. Fleiri spurningar úr sal? Þá bara, þetta er náttúrulega gríðarlega gaman að heyra. Þetta er svona fólki bak við tjöldin, alltaf fyrir okkur sem erum í klínikinni. Og eins og það sem flest þjónustvörð, það heyrði fyrst og fremst frá okkur þegar við erum óanna. Já, við hugsunum stundum hvar væri við án okkur. Já, við hugsunum það líka reyndar. Takk hérlega fyrir. Takk sömuleiðis.